Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Í þáttunum með lífið í lúkunum þá fæ ég til mín góða gesti sem að annarkvort hafa rosalega góða þekkingu á ákveðnu sviði sem tengist heilsu og getur hjálpað okkur sem erum að hlusta að bæta okkar eigin heilsu. Eða við fólk sem hefur jákvæð áhrif á samferðafólk sitt á einn eða annan hátt, hefur gengið í gegnum eitthvað og lært af því, getur miðlað til okkar. Hún kom til mín í dag í einlægt spjall, hún Ágústa Kolbrún Róberts. Við förum algjörlega dýptina og tölum erfiða æsku, áföll og hvernig það mótar okkur og við tölum jóga, hvað jóga, hvernig getur jóga haft jákvæð áhrif á líf okkar, hvað hugleiðsla? Hvernig getum við hugleitt og hvað það sem gerist í huganum og í líkamanum. Og við förum víðan völl og eins og ég segi, mjög einlægt og yndislegt spjall. En ég kynntist Ágústu sem unglingur eða krakki í Safamýrinni þar sem að amma og afi bjuggu í húsinu við hliðina á henni. Þannig það var gaman að hitta hann aftur eftir öll þessi ár og ég henni ótrúlega þakklátt fyrir að deila þessari visku sem hún býr yfir. Í dag hjá mér hún Ágústa Kolbrún Róberts sem jógakennari og heilari með meiru. Vertu velkomin. Takk. Þú ert alls konar. Já, sko aðal máli hjá mér að vera í góðu sambandi við stráki minn. Það svona mitt aðal sem ég fókusera mest á. Þannig að myndi segja mamma númer 1. Já, og sko núna, þú veist, út í hann að vera 18 á þessu ári. Að, þú veist, þá þetta búið að breytast í, þú veist, bara þannig að þú veist við erum félagar, við ferðumst mikið saman. Við erum búin að fara til London tvisvar og fara til Tenerife núna bara á stuttum tíma og erum að skipuleggja ferð til New York. Þú veist þannig að ég hugsa alltaf svona að hvernig næ ég núna tengjast, þú veist út í því að það öðruvísi þegar þau eru orðin fullorðin. Algjörlega. Hvar náu snertiflötunum þar sem við tengjumst? Þannig ég legg mig ógeðslega mikið fram við það. Já, ægin gaman. En hver þinn svona bakgrunnur? Hver Ágústa? Ef þú myndir þurfa að lýsa sjálfur, ég veit það erfitt. Já, ég búin að fara svo djúpt inn í, þú veist, hvaðan ég kem og svona vinna opaslega mikið í sjálfinu. Og jóga snýst rosalega mikið það að líta inn á við og þannig að ég er svona alltaf að spá í, þú veist, hvernig mér leið þegar ég var lítil og hvernig fjölskyldan var og hvaðan ég kem. Þannig að ég kem frá opaslega brotnu heimili. Það var mikið partístand og svona algjör geðveiki bara, þú veist bara pabbi var inn á geðdeild og Kleppi, þú veist og það var ógeðslega stór sjúkdómur. Og kannski svolítið tabú á þessum tíma. Mjög tabú, þú veist það mátti alls ekki segja frá því. Þú veist þannig að ég tala oft svona, þú veist úti því að við vorum alltaf vel til hafðar við systurnar og áttum fallegt heimili og þú veist, allt þetta svona, þú veist, veraldlegt. Ég kom nú stundum að leika í Safamýrinni. Já, amman og afi bjuggu þarna á hliðina á mér. Já, þannig þegar ég var á landinu þá kom maður í heimsókn. Og leit þetta bara allt mjög vel út. Í minningunni, ég meina sem barn, ég man voða lítið, ég held ég hef bara ekkert verið að spá í umhverfinu. Nei. Þú veist, sem barn ertu ekki að spá hvort ég ríki hornunum eða ekki. Skilur. Alls ekki, sko. Maður í núinu, sko. Já, við vorum líka bara alltaf út að leika, ég man eftir því. Já, við vorum mjög mikið úti. Þannig að ég, þú veist, kem frá, þú veist, það mátti ekki tala það sem var í gangi og tilfinningar voru ekkert tjáðar, þú veist, það var, ég upplifði ekki svona, þú veist, það var allir með mér í liði, þú veist, það var bara svona hver á sínum báti. Á heimilinu. Já, þannig
að ég flý þetta ástand bara til útlanda 17 ára. Já, svona ung. Já, og fæ mér au pair vinnu, þú veist, fyrir að passa barn hjá íslenskar fjölskyldu og og bara svona, svo fer ég bara í næsta land fyrir að vinna á hóteli og svo fer ég í næsta land og ég sko bý í 7 löndum, þú veist, alltaf bara eitthvað að ég reyna að flýja sjálfa mig en náttúrulega var alltaf þar sem að ég var þannig ég gat ekki flúið mig þannig að ég þurfti að fara í alla vinnuna þú veist, koma heim fá mér sálfræðing, þú veist, fara í terapíu, fara, þú veist, í traumavinnuna og ég var með tíma á morgun áfram, þú veist, og ætla að fara í hana EMDR meðferð og það búið að vera óbáslega mikil svona sálfræðvinna og andleg vinna til að ná svona góðum bata og góðri tengingu við mig og síðan þá get ég náð góð tengingu við stráki minn. En hvenær fannst þú þá byrja raun og verið þessa sjálfsvinnu svona meðvitað? Auðvitað gerist það kannski smá á þessum flótta, en svona hvenær fannst þú meðvitað byrja í sjálfsvinnu? Sko, já, þetta ótrúlega góð spurning. Ég vissi ekki væri í allir þessari vinnu. Sko eiginlega fyrir að ég sko brotna niður út af því að þegar ég búin að byggja bjókaskóla minn og búin að svona afreka samfélagslega samþykkt afrek og svona fá viðurkenningu þú veist í blöðunum og þannig að þá var ég svo hissa að mér leið ekki þú veist, eins og myndirnar sýndu. Ég bara svona, ok, mér langar að líða vel inn í mér. Já, þetta fyllt ekki tómi sem þið vantaði að fylla. Þú veist, þannig ég bara svona, ég man eftir þessu mómenti þar sem að ég var einhvern veginn búin að sigrast á, þú veist, bara að opna þetta fína stúdíó og ná réttindum til þess að kenna öðrum að vera jógakennarar og síðan þú veist, fáum myndir af mér í blöðunum og fá út á sviðtöl og allt þetta sem ég hélt að mér langaði í, en mér langaði ekki, þú veist, í framan eða að vera þekkt eða fá athygli fyrir það. Það sem mér langaði í var að líða vel inn í mér. Og ég bara svona, eina sem ég vantaði var bara öruggt skjól og frið. Þannig að ég svona fattaði þetta því að ég var búin að afreka það sem og þegar ég opna stúdíó og þegar þú veist þetta að þegar að ég held að eitthvað myndi gera mig hamingjusama að þá var það allt svona utan á þannig að ég þurfti að fara meðvitað inn í þú veist bara ok og taka ákvörðun bara mig langar að líða vel. Hvernig gerður það? Hvernig fórstu meðvitað? Þá fór ég bara meðvitað að láta þetta snúast þetta ekki fallegt út á við, heldur hvað skiptir mér raunverulega máli. Og þá fór ég svona einmitt að bara áttum á því að raunverulega skiptir mér máli að vera mikið með stráknum mínum. Þú veist, þannig að ég vil ekki vera að vinna 12 tíma og sjá hann aldrei. Þú veist, þannig að þá bara hætti ég með stúdíóið mitt og fór bara heim og það var óslega skrítið að koma heim og allir svona utan að voru bara betur hvað ætlar að fara að gera núna eða nú ætla ég að fara að vera bara mamma í fyrsta sæti og fekk með vinnu sem passaði þá með skólatímanum hans þú veist svona bara frá 10 til 2 en ég gæti verið heima þegar hann kom heim og þar ennþá þú veist fókusinn bara þetta skiptir ekki máli hvernig þetta lítur út fyrir neitt annan að eina sem skiptir máli að ég sátt heima hjá mér þegar enginn sér þú veist, og ég í raunverulega góðu sambandi við stráki minn og þú veist, hann raunverulega vill hitta mig þú veist, ég ekki að manipuleita hann til þess að koma eða þú átt að mæta þarna klukkan þetta og svona klæddur og eitthvað svona þú veist, heldur bara
eins og ég heyrði í honum í gær, ég sagði, ég verði í bænum, ég að fara að taka podcast, ég búin, þú veist, svona kannski cirka 4, ertu laus? Og hann já, og svo segi ég, langar þið að hitta mig? Þú veist, það ekki eitthvað svona, já, ég í bænum og þá hittumst við, þú veist, svona, það bara ekki hægt að manipulata hann. Það svona að kenna honum það sem að ég hef lært, þú veist, í 12-sporunum, þú veist, bara langa þér, hvað vilt þú? Og hann var alveg svona, já, ég hef tíma og já, ég til ég að hitta þig, þú veist, og þá veit ég að honum raunverulega langar það og hann hefur tíma og því annars myndi hann bara segja, bara, heyrðu, nei, ég þarf að læra eða, þú veist, eitthvað þannig. Þannig að En þú sagðir að þú ert í bænum, þú býrð á Sólheimum. Ég bý á Sólheimum í Grímsnesi í æðislegu bleiku húsi. Ekta þú? Ég veit það. Einmitt vinkunum mín, hún kom og sagði bara, veist að ég hef aldrei séð jafn ágústulegt hús. Og ég mitt safna öllu bleiku sem ég get, bara bleiku bollasteli, bleikum styttum og já, bara allt bleikt. Í bleikum fötum og Ég elska líka bleikan. Ég elska bleikan, sko. Hann svo mjúkur og, þú veist, stelpulegur. Mér svo fallegt að vera svona kvenleg. Já. En hvað starfar við á Sólheimum og hvenær fluttur þið þangað? Sko, ég fluttaði þangað 2022 og starfa við umönnun í einu húsinu og íbúarnir í mínu húsi, þeir eru á aldrinum svona 70-80 plus. Ok. Og þannig að það sko, nú ég búin að vera þarna í 2 ár og búa þarna í 1,5 ár. Ég flutti ekki alveg strax, en svo bauðst mér að fá húsið sem að ég elska og Barbie-húsið. Barbie-húsið mitt og ég með pall og ég með kartöflugarð og svo ég með jarðarberjaplöntu. Ég búin að vera að posta svo mikið eitthvað jarðarberjaplöntuna mína og uppskjörna og svona. Og það hægir svo á öllu. Það veist bara svona að einfalda lífið svona. Það veist vera bara eitthvað með puttana í moldinni og jarðtengja. Líka bara þurfi ekki að ferðast langt í og úr vinnu. Já. Það náttúrulega líka bara minkar álag og streitu. Já, það einfaldleikin. Þannig að jóga svona, þú veist, í praktisinu. Þú veist, ég var alltaf að kenna rosalega mikið, núna ég bara að gera. Þú veist, þess að ég vakna á mótnana og ég sest í hugleiðslu í hálftíma og svo ger ég smá stöður, þú veist, svona. Og núna ég svona aðalega að gera styrtar jóga bara til þess að halda liðleikanum í mjöðmunum og ökklunum og styrknum í öxlunum, þú veist, ég ofta að standa á höndum líka. Svona. Ég elska það, sko. Fólk alltaf að gera grína mér, ég alltaf á hvolfi meira. Það bara svo gott að snúa allir við, bara eins og dusta teppi einhvern veginn. Ég góð líking. Ég segi alltaf, ég ætla að geta staðið á höndum þegar ég var nýræð. Það svona lífsmottóið mitt. Ég líka. Ég mynd alltaf að standa á höndum. Og tökum við myndað okkur saman. Já. Eftir nokkur ár bara. Já. Mér finnst alveg merkilegt að geta það ennþá, sko. Æðislegt. Þetta svo gaman. Þetta það. Já. Og bara svona ég reyna alltaf, eða þú veist, ég get ennþá bara anda 10 djúpa andadrætti, þú veist, á höndunum. Og einmitt fólk svona hissa þegar sér mann fara upp í handstöðuna og því gerir þetta oft í sundi og svona bara býtu allar ekki að koma niður, þú veist, bara hanga upp í handstöðinu. Og hvað gerir það fyrir þig að vera á hvolfi? Sko, mér finnst þetta að vera, þú veist, bara styrtaræfing og jafnvægisæfing og náttúrulega snúa allir blóðkerfinu við. Þú veist, mér finnst það að vera svo mikilvægt að svona, já, bara styrkja mig. Já, einmitt. Sko, mér langar svolítið, fyrst að þú ert með allar þessa þekkingu, að fara aðeins í hvað jóga og hvernig fólk kannski getur nýtt sér það til góðs og já, ef við byrjum bara, hvað jóga? Hver skilgreiningin á jóga? Skilgreining á jóga, hvað þýðir, bara orðið jóga, þýðir sameining og þú veist, að sameina líka með huga og sál og
sko æfingarnar eru bara lítill partur, þú veist, út í að það er heimspeki sem fylgir jóga, það er siðfræði, það er orkustöðarnar, það er hugleyslan og síðan ástandið, þú veist, að fara í sem sagt bara svona, það heitir samadhi sem að er ákveðið bliss ástand og sem að leiðin er að, þú veist, þú ert að sækjast í ástand að vera í hugljómun og svona aðalatriðið í jóga er að hreinsa hugan, þannig að þú sért ekki í þeytivindunni og það geta allir stunda jóga, þú veist, þetta er ekki eitthvað svona fyrir sér útvalin hóp, heldur bara jóga er til að þú veist, styrkja líkamann, styrkja hugan og færa þessa ró og slaka á. Akkurat. Þú veist, þó að ég sé búin að vera með hugan við jóga, þá til dæmis í gær var fyrsti hvíldardagurum minn, þú veist, og ég var með stóra sýningu. Já, til hamingju með hana. Já, takk fyrir. Og fyrsti hvíldardagurinn minn og út af því ég hef alltaf hugleyslu alla daga, þá heyri ég svo vel mitt innra samtal. Hvernig hugleiðirðu? Ég hugleiði bara alveg í þögninni. Þannig ég sess bara niður og loka augunum og svo beini ég athyglinni að andadrættinum. Svo þegar ég fer víðan völl, þá bara fer ég aftur, bara ok, anda djúpt inn og anda djúpt út. Svo fer ég eitthvað, svo bara fer ég aftur. Og oft næ ástandi sem ég kalla ekkertið, það veist, það bara svona algjört tóm og hægist verulega á huganum og þá er hann ekki út um allt. En oft næði því bara ekki, þú veist, þess að stundum er ég bara ógeðslega spennt og ég nennis ekki. Já, mér er svo skemmtileg samlegging, sko, að það sagði einhver að þetta er eins og þú sést með hvolp í bandi. Hvolpurinn alltaf að hlaupa og þú ert alltaf að tóka í jólina aftur tilbaka, þú veist, þá er þetta kýra hugan eða svona, þú veist, að fókusa aftur á öndunina. Já, þetta er svona monkey mind, þú veist, bara svona, ég hugsa oft líka bara, þú veist, eins og ef þú ert með apa sem er mitt, þú veist, hlaupandi upp á niður tréð, þú veist, að bara svona kennunum að, þú veist, eða fylgjast bara með honum í raun og veru, þessi monkey mind og mér finnst út af því að ég er alltaf að skoða inn í mér að þá heyri ég svo djúpt þessa strákurinn minn. Eins að þið heyrði þá hringdi síminn hennar Ágústu og ég ákvað að hafa þetta inni. Mér fannst þetta svo fallegt að því að hún sagði nefnilega að hún svaraði alltaf syni sínum og þetta er bara í takti það sem hún var að tala í upphafi þáttar að hún væri mamma í fyrsta og öðru sæti og þriðja sæti. En þegar við vorum, hún var búin að spjalla við strákin og við búin að spjalla, þá myndum við ekki alveg hvar við vorum í samræðanum. Við heldum bara áfram það sem við heldum allavega við værum komnar. En fyrst að ég er búin að brjóta upp þáttinn, þá langar maður að nýta tækifærið og þakka öllum samstarfsaðilum mínum sem eru Nettó, Heilsuhillan og Spíran. En vissið þið að í verslun Nettó í Mjódd er opið allan sólarhringinn og að á heimasíðu netto.is er fullt af uppskriftum af mjög girnilegum réttum. Heilsuhillan og Heilsuerla halda áfram samstarfi og verða héðan í frá með vörumerki mánaðarins. Í október fáið þið að kynnast betur vörum frá Better You sem ég hef reyndar mikið talað áður þar sem að ég er mjög hrifin af þeim. Ég og börnin mín við notum til dæmis D-vitamin munnuðan daglega. Hann er bæði bragðgóður, einfaldur í notkun og fer vel í okkur. En flestar Better You vörurnar fást einmitt í Heilsuhillum Nettó. Spíran sem ég dásama endalaust er í eigu Kokkarnir veisluþjónusta og þau eru með geggjaða veisluþjónustu. Er partí, ársatíð eða veisla framundan? Kíktu þá á kokkarnir.is. En höldum áfram með skemmtilega spjall okkar Ágústu. Gjörið þið svo vel. Og þú veist, út í ég er búin að vera að fókusa svo lengi á jóga og þú veist, og í gær var svona fyrsti frídagurum minn í lengri tíma út af sýningunni sem ég var að halda og svo er ég vaktavinnu og síðan er ég alltaf gestur í Hæ podcastinu, þannig ég er alltaf með svolítið mikið í gangi og þú veist, þessi
samviskubit sem að maður fær, þú veist, þegar maður að meðvitað að slaka, bara ok, nú þarf ég bara aðeins að hvíla, þú veist, í meðan frídag og þetta var einmitt svona, þú veist, innra samtal við sjálfa mig sem var, þú veist, bara, þú veist, að ég gæti farið í göngu, bara, en þú mátt líka bara slaka, þú veist, og þá var ég ekki svona vond við sjálfa mig að beita mig ofbeldi, heldur meira bara í þessu samtali, innra samtali, þú veist, bara, að ég gæti farið að tólsporafund kvöldið, bara, en þú mátt líka bara slaka, þú veist, og alltaf bara aftur og aftur, þú veist, og mér finnst það koma af hugleiðslunni, að ég get gripið mig. Innra samtal. Já, þú veist, að ég sé ekki farin á undan mér, heldur get ég gripið mig og þú veist, átt þessar samræður með sjálfu mér, bara, en þú mátt líka alveg slaka, þú ert þreytt, bara þú mátt slaka. Það er svo mikilvægt að kunna sína sér mildi. Já. Þetta er svolítið það. Einmitt. Það er ekki bara alltaf einhver harðstjóri, þú veist. Akkurat. Og mér finnst erfiðast í þessu öllu saman er að gefa sér þennan slaka þegar maður þarf að slaka. Og ég hef tekið eftir í kringum mig út af því, þú veist, ég hef unni með það að slaka þegar ég er þreytt. Að, þú veist, fólk er slegið niður ef það slakar ekki. Algjörlega. Þú veist, þá bara kemur eitthvað og þú veist, þú mistigur þig eða, þú veist, og þú þarft bara að hæja á. Það er búið að hunsa öll ljósin í mælaborðinu sem voru blikkandi, bara bling, bling, bling. Einmitt. Og svo bara endanum þá bara... Og það er það sem ég finnst hugleyslan gera, er að hún, þú veist, gerir mér það kleift að sjá hvernig raunverulegan líðan er, þú veist, út í því að ég hef svolítið verið að leyfa mér að gera það sem að ég hef virkilega gaman að. Þú veist, bæði, þú veist, finnst mér gaman að vinna upp á Sólheimum, mér finnst gaman að mála og þú veist, mér finnst gaman að fara að hitta strákana í podcastinu og þú veist, mér finnst allt gaman sem ég geri. Þú veist, þá er svo erfitt að hægja á sér. Þú veist, þó maður sé þreyttur. Ég tengi alveg við þetta, sko. Það er nefnilega, ef það er rosalega gaman, þá er erfiðar að setja sér mörk. Já. Það er alveg hægt að krassa. Já. Það er svo miklu skemmtilegra að vera í góðri orku og gera. En eitt varandi jóga, finnst þér við komin pínu út af leið með að þetta, sem sagt að því að menna jóga er 5.000 ára gamalt eða eitthvað, skilurðu, það sem þetta var upprunalega, finnst þér jóga í dag vera kannski komið svolítið frá þessu, minnst bara svo mikið vera fókus á stöðunar og bara kannski og power yoga og power hot yoga og allt, minnst svolítið eins og að sé þessi tengingu öndun og hugan sé að detta út sumstaðar. Já, sko, en það truflaði mér rosalega mikið sem ung yoga svona aðdáandi, en í dag, þú veist, þá bara hreyfing er náttúrulega hot, en þú veist, það væri líka bara hægt að kalla þetta aerobic, þú veist, þetta þarf ekkert endilega að heita yoga, þú veist, út af því að yoga snýst rosalega með heimspekina, siðfræðina, gildin, orkuna og hugleiðsluna, þú veist, þannig að, en svo líka það koma mjög sterkt inn, þú veist, það er verið yoga nýdra sem fólk liggur bara allan tíman. Geggjað. Og þú veist, út af því að það er bara það sem að nútíma maðurinn þarf í dag, bara það er svo mikið hraði að bara þegar þú ferð í yoga þá þarftu bara að slaka allan tíman. Þú veist, þannig að mér finnst sko, já, þú veist, ég svaraði þessu allt öðruvísi þegar ég var að byrja með jógastúdíóið mitt 2008, eitthvað svoleiðis, en í dag þá finnst mér svona, þú veist, mér finnst bara öll hreyfing æðisleg, þú veist, og þó að sé, þú veist, vanti part af þessu, þú veist, þá treysti ég bara fólki fyrir að finna það fyrir sig, þú veist, bara þú þarft að anda djúpt og þú hættir að anda og hættir lífið. Já. Ókvæðlega. Sko, mér er svo skemmtilegt, besta líking sem ég hef heyrt á jóga er ég er sem sagt svo heppin, ég fóði að kenna jóga í MH, menntaskólanemundum, ég er íþróttakennari þar. Æðislega. Og fengum heimsókn í nokkur skipti frá indversku manni sem er að vinna fyrir indverska sendiráðið og hann var að kenna okkur smá jóga og svona. Og hann sagði alltaf, jóga er ekki workout, jóga er work in. Já.
og þetta orðið work in, þetta kveikti svo marga perur og ég segi bara, vá, þetta er eitthvað sem að bæði þetta ég áminninguna og svo segi þetta bara alltaf við alla nefndir. Hér erum við bara við á okkar dínu, þeir að vinna í ykkur. Hún ekkert að bera okkur saman við neitt sem er í kringum okkur, við erum bara að reyna að tengjast okkur. Og þetta snýst svo mikið bara að loka augunum og finna bara raunverulega, þú veist, hvernig er ég í öxlunum og hvernig er ég í mjöðmannum og bara hvar stoppa ég, þú veist, og að maður sé ekki að slasa sig til þess að líti einhvern veginn ákveðin út, heldur raunverulega að byggja sig upp, þú veist, að þú sért á að styrkja þig og þú sért að losa spennu, þú veist, og það er innri vinna. Og einmitt, við grínumst líka svona með orðalagi, þú veist, bara að þú lítur vel inn, að þá lítur vel út, þú veist. og það er svolítið þannig, þú veist, að út af því að, þú veist, ég trúi, þú veist, svona með allri minni vinnu í gegnum tíðina að ef þú ert ekki að forðast sjálfan þig, ef þú ert að horfast í augu við þig, að þá þarf ekki að slá þig niður. Skilurðu? Þú veist, þá geturðu, ég trúi því að þá getum við komist hjá því að verða mikið veik. Þú veist, með því að þora að líta inn á við. En því miður finnst með svo margir ekki byrja að líta inn á við fyrr en þeir lenda á einhverjum vegg eða eitthvað eins og þú sagði brotna. Já, og sko það er ekkert að því að brotna, þú veist, út af því að þá ertu að fara að opna á eitthvað. Akkurat. Og það er enginn að fara að breyta fyrir en það er orðið of sárt. Þú veist, ég fann jóga út af því að ég var, þú veist, í svo mikilum óþægindum með sjálfa mig. Hvenær byrjaðir í jóga? 17. Þú byrjaði strax 17? Já. Þannig að ég svona fæ mikla athygli fyrir þetta þarna 2013 og þá mitt, þú veist, kom það svona á óvörum hjá fólki bara, ég held að vera nýbyrjuð, þú veist, bara svona, nei, ég er búin að vera í svo ókslega lengi, þú veist, og það er bara eins og með allt, þú veist, maður getur ekki eitthvað neginn kent þetta fyrir maður er búin að læra þetta alveg og þú veist, þetta er svona að fara komið í hverja frumu og þú veist, þannig að ég held að ef ég tek árin saman, þú veist, þá er ég búin að vera stunda jóga í ykkur 28 ár. Já, vá. Og það er búin stórkostlega að breytast, þú veist, ég var náttúrulega ótrúlega spennt að komast inn í einhverja ákveðna stöðu, en núna er ég ótrúlega spennt að fá að vera í friði með sjálfan mig. Það er aðalatrið. Það er bara að fá að vera í raunverulegum friði. Og ímynd jóga hefur líka bara pínu breyst. Mér svo fyndi, ég held að Björgvin Frans hafa sagt þetta í viðtalinu þegar hann kom inn að það var litið bara á jóga sem einhver fólk, grænmetisætur í gammósíum. Já, einmitt. Það var eitthvað svona. En í dag bara er svo miklu fleiri farnir að stunda jóga og skilja kannski út á hvað þetta gengur. Og líka bara, þú veist, sé ég á TikTok sem mér finnst ógeðslega flott og því að var svona alltaf mitt markmið að koma með jóga út um allt og en svo bara jóga hefur verið þannig að það bara fór út um allt. Þú veist, það bara varð vinsælt og þú veist, og því að mér fannst alltaf svona asnalegt að þetta væri eitthvað svona væmið og rólegt og þú veist, svona eitthvað sem fólk væri ekki að tengja við. En svo svona, hef ég alltaf orðið bara öruggari í því að þú veist, hver einasta mannvera vil hafa ró og frið inn í sínu lífi. Þú veist, og það vil hægja á sér til þess að ná einhvern veginn utanum lífið. Þú veist, þannig að mér finnst jóga bara svona standa með sjálfum sér og maður þarf ekkert að poppa það upp til þess að gera það vinsælt. Það bara elska allir að setjast inn í kyrðina og inn í kærleikan og þú veist, inn í þessa mýkt og mildi. Þú veist, þannig að ég veit ekki um neitt sem eða þú veist, ég hef ekki hitt neitt sem hefur ekki fílað það. Nei, en kynntist því þá þarna úti þegar þú fórst sem au pair, eða? Sko, nei, ég kynntist það í raun og veru bara í sjónvarpinu. Þú veist, Guðjón Bergmann var mest þætti í sjónvarpinu og ég fór bara að gera jóga þannig. Og síðan fer ég ekki í fyrsta tíma minn út af því að þetta var einmitt svo mikið tabú þarna á þessum tíma og
þú veist, bara svona nánast bara eins og þetta væri, þú veist, bara eins og maður væri að fara að nota eitthvað eða þú veist, svona ólögulegt en allavega að þá þú veist, þetta var svo nýtt að þá fer ég ekki í fyrsta jógatíma minn fyrir út í New York þegar ég er 20 ára og þegar ég fer í fyrsta tíman að þá er þetta bara svona hér á ég heima, þú veist, bara ég fann það þú veist, ég bara fann að ég var alveg bara komin heim. Manstu hvað það var? Það var bara, ég fór í axlalift, þú veist, axlastöðuna sem maður snýr líkamannum við og það var þessi tilfinning þú veist, bara, ég hef alltaf verið í fimleikum þú veist, þannig að ég hef alltaf hreyft mér rosalega mikið og svo, þú veist, fannst mér bara stöðunar, ég bara þekkja þær þú veist, svona, og mér leið svona nánast bara eins og ég hafi gert þetta mörg líf bara, já, þannig er þetta þú veist, ég þekki þetta og ég dreif mér alltaf mikið, þú veist, að kenna 1000 tíma, þannig ég geti fara að kenna öðrum að vera kennarar og þú veist, ég kendi alveg 5 tíma á dag, þú veist, í lengri tíma og var alveg bara svona obsessed á jóga og ég held einhvern veginn að ég myndi að þetta myndi springa þú veist bara, já, núna er, þú veist, jógabólan sprungin. En ég fekk alltaf einhvern veginn nýtt æði fyrir jóga og svo þegar ég fór að kenna þetta, þá fór mig að langa að skrifa bókina, þú veist, kennslubókina, bara út frá mínum tilfinningum og hvernig ég skildi þetta. Og þá lærði ég þetta náttúrulega miklu betur. Þú veist, að geta komið þessu frá mér. En fannst þér jóga strax vera svona andlegt? Já, mér fannst það. Ég tengdi strax við svona djúpu öndunina, hugleiðsluna og ég var óslega forvitin hugleiðsluna. Þú veist bara hvort það væri hægt, þú veist hvernig maður ætti að hugleiða og ég hélt alltaf að þú veist að maður geti gert eitthvað vitlaust en síðan bara eins og núna hugsa ég, þú veist bara eins og þegar við förum að sofa til dæmis, þú veist, það er ekki hægt að fara að sofa vitlaust, þú veist, og þá finnst mér það sama með hugleiðsluna, þú veist, þú ert að koma þér í eitthvað ástand og það er ekki hægt að fara eitthvað leið vitlaust í þetta ástand, þú veist, það er bara alveg eins með svefnin, þú veist, bara sumir gera þetta svona og sumir gera þetta svona, sumir hlusta á hljóðbók, aðrir, þú veist, ekki, þú veist, og sama með hugleiðsluna bara svona þú veist, þú getur farið í leitahugleiðslu, þú getur farið í hljóðhugleiðslu, þú getur farið í, þú veist, svona sound bath, þú veist, það er svo margt í boði og það er ekkert eitthvað betra en annað. Þetta er mjög góð punktur. Ég held að fólk sem hefur aldrei hugleitt sjá alltaf fyrir sér eitthvað ákveðið, eins og hugleiðsla sé bara eitthvað eitt. Já, einmitt. En það eru bara marga leiðir, þú veist, að hugunum þínum, bara hvernig kemstu á þann stað að þú getur bara sest, þú veist, þetta er bara svona eins og hreyfing, þú veist, bara hvernig færði þig til þess að hreyfa þig, þú veist, og þá er bara hvernig færði þig til þess að setast með sjálfa þig, þú veist, hvað þarftu að gera til þess að gera það? Ertu með eitthvað gott ráð fyrir byrjendur sem vilja byrja að hugleiða? Sko, ég myndi bara alltaf byrja mjög, með stuttan tíma, þú veist, bara svona eins og þegar ég var að koma mér í mína rútínu að þá byrja ég bara, þú veist, ok, þú veist, veittu bara að djúpa öndun, þú veist, bara andað inn og andað út, þú veist, og svo bara prófa 5 mínútur og svo 10 mínútur og svo prófa hálftíma, þú veist, og það var ógeðslega mikið til þess að byrja með hálftími, en stundum líður hann hratt og stundum hægt, eins og í dag sett ég tæmirinn á hálftíma og svo kom grein með mér í Morgunblaðinu út af sýningunni og þú veist bara heyrði ég síma minn bara ding, 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 ding og þá var ég búið með 15 mínútur og þá var ég bara, ok, núna get ég bara ekki meira, þú veist, ég verð bara að skoða þessi skilaboð, þú veist, ég bara, ok, í dag komst ég ekki í gegnum hálftíman, þú veist, og það er bara allt í lagi, þú veist, ég hugleiti 15 mínútur og, þú veist, og ég náði ekkert góðri einbeitingu, þú veist, og ég var bara annar staðar. En ég held því mér að þetta sé það sem er svolítið að trufla alla í nútímanum. Það er allir með svona, ekki allir, margir með svona tilkynningar á símanum sínum. Þannig að þeir eru kannski í einhverju bara, og svo bara kemur alltaf eitthvað sem er að trufla þig. Þannig að þú nærður aldrei að fara einhvern veginn í djúpa einbeitingu, hvort sem það er í vinnu eða
námi eða hverju sem þú ert að gera, það er alltaf Einmitt. eitthvað áreiti. Ég veit það. Og ég bara, svona er bara lífið, þú veist, og jafnvel þó að bara, þú veist, að maður sé búin að gera eitthvað í langan tíma, þá eins og þú veist sjálf, þú veist, bara verandi þessi heilsusamlega íþróttakennari, þú veist, þú nennir ekkert alltaf á æfingu. Þú veist, það er bara sama með þetta, þú veist, bara maður næri ekkert alltaf góðri einbeitingu og bara suma daga er ég bara alls ekki með þetta og bara suma daga er ég með þetta. Já. Það veist, bara kongur einn dag og svo bara allt horfið næsta dag og þú veist, þannig er bara lífið, flóð og fjara. Þú veist, þannig að ég myndi bara segja við þá sem er að hlusta, þú veist, bara við erum aldrei að fara að ná neinu og það er, þú veist, lærdómurinn. Bara, sko, þetta snýst ekki að ná ástandinu, heldur, þú veist, bara að ná sjálfum sér. Þú veist, bara í dag er ég eirðalaus, í dag er ég róleg. Þú veist, bara að þú fylgist með. Þú veist, þannig að það er ekki hægt að gera vitleysu í þessu. Bara að þú drullaðir á æfingu, skilurðu? Já. Þú veist, þetta er bara það. Og þetta er líka þjálfun. Ég meina, til þess að styrkja vöðva þú þarft að lyfta og ekki bara einu sinni, það er ekki nóg að gera bara einu sinni til þess að hann styrkist. Þetta er alveg eins með hugan. Það er að endurtaka. Alltaf, þú veist, og bara alltaf vera meðvitaður. En það sem gerist, þú veist, með tímanum er náttúrulega heiminn og haf. Þú veist, bara, það er svo margar leiðir sem að ég get notað til þess að róa mig niður eða peppa mig í gang eða þú veist, ég er svo meðvitið hvað er að gerast innra með mér. Þú veist, þannig að ég er svo mikið til staðar. Ég er ekki, þú veist, fjarri mér. Ég er mjög nærri mér og það hefur breyst. Þú veist, þannig að ég er hér alveg virkilega og það er, þú veist, það sem að mér finnst jóga að gefa mér fyrst og fremst er að það er ekkert á eftir eða, þú veist, fortíðin er búin. Þú veist, þannig að það er alltaf bara núna. Og það er svona, þú veist, í bókunum okkar, í jógabókunum, þú veist, það snýst þetta, þú veist, að vera í núinu og vera, þú veist, algjörlega þannig í núinu að þú hrindir fólk með þér í núi, þú veist, þú þarft ekki endilega að segja neitt, heldur bara þú finnur, bara ég er hérna með þér. Þú veist, og þá kemst þú hingað, þú veist, og ert ekki neins staðar annars staðar. En getur verið að, sko, því að þú sagðir þú hefur verið að flýja, verið á flótta, þú veist, frá þinni æsku, getur verið að jóga hafi verið ákveðin flótti í upphafi? Já, algjörlega. Þú söktir þér svona rosalega í. Já, og bara, þú veist, allt svona andlega dótið, sko. Bara, þú veist, að vera alltaf inn í jógastúdíónu og bara, þú veist, mér fannst það vera orðin eins og kirkja mín. Þú veist, bara, og ég fór rosa íkt í mataræði líka og, þú veist, hreinsa mataræðið og, þú veist, verið án þess að borða kjöt út af því að, þú veist, það má ekki drepa neitt, þú veist, eru gildi jógans og síðan fer ég á svona jógaraðstefnu 2012 út í New York og þá er einn jógakennari sem að ég lít mikið upp til og hún hérna segir á svona panel bara, þá segir hún bara að ég verð bara að borða kjöt og ég bara, oh my god, hvað er æðislegt út af því að ég verði eiginlega líka bara að borða kjöt. Og síðan finnst mér í dag, þú veist, svona þegar að ég er ekki neitt að reyna að flýja sjálf á mig, að þá er, þú veist, bara svona fjölskyldulífið, hversdagsleikinn, þú veist, það er orðið svo mikið jóga. Þú veist, bara vera til staðar í því. Þú veist, og ég mötti ekki flýja inn í jógastúdíóið. Þannig að, jú, flottin fór algjörlega úr því að fara frá einu landi yfir í annað og svo inn í jógastúdíó og bara þar var mitt örugga rými. En þú talaður að þú hefur verið í 12 sporunum og er það þá bara, hefur þú sjálf verið í einhverju? Nei, sko, ég er aðstandandi alkoholista og hérna, og bara margir verið í kringum mig. Og finnst þú hafa lært mikið á því? Mjög mikið og ég er ennþá virk 12 spora kona.
Er það bara þetta meðvirkni? Mhm. Já, og þegar, þú veist, bæði sjúkdómurinn hans pappa var ótrúlega stór og tók alla athyglina frá mér og yfir hann og og þess sama gerist þegar einhver í mikilli neyslu að þá ferði með athyglina frá sjálfum þér yfir á einhvern annan og þú veist, þannig að það sem tólsporin gefa mér mitt eigið líf. Þú veist, að ég beini athyglina að því sem ég þarf, því sem ég vil, þú veist, og bara líf mitt snúist mig en ekki aðra. Og ertu í sambandi við fjölskylduna þína í dag? Nei, ég nefnilega byrjaði að vinna tólsporin 2011 og fer þá að setja mörk og þau voru þannig, þú veist, bara svona maður fær ákveðin verkfæri, þú veist, bara að setja mörk og bara svona vill ég hafa þetta og þau voru ekki virt, þú veist, mörkin og þá læri maður í tólsporunum að taka sig úr aðstæðum sem maður ræður ekki við, þú veist, þannig að ég gerði það og ég hef fengið allan að miklu meiri frið að ég bara taka mig algjörlega úr aðstæðum sem ég ræði ekki við og þannig er það í dag, þú veist, bara ég er ennþá bara búin að taka mig úr þessum aðstæðum. Þú ert svo einlæg og þú ert svo bara hreinskilin og finnst svo mikilvægt að hlustendur að við erum öll að gangi gegnum eitthvað, mismikið en að geta spegla sig í einhverjum og bara vá, ok, hún gerir þetta svona, kannski get ég líka gert þetta svona, þessi gerir þetta svona, nei það henda mér ekki, að geta spegla sig í öðrum, það held ég bara svolítið líka lífið. Sko, það hefur skipt mér rosalega miklu máli að þú veist, bara alveg eins og með jóga, þú veist, að þetta líti ekki eitthvað ákveðið út, heldur að ég raunverulega sé með frið innra með mér. Og þá finnst mér það sama með, þú veist, einlægnina, þú veist, það enginn sem á fjölskyldu sem þú veist, bara fullkomin, það er bara ekki til. Þú veist, þannig að mér finnst alltaf lægi að vera ekki í sambandi við mamma og pappa. Þú veist, það er bara þannig. Bara það gekk ekki upp hjá okkur. Og það er ekkert sem mistókst. Þú veist, þannig er það bara. Og þú veist, ég er heldur ekki miklu sambandi við systur mínar, þú veist, ég er svona aðeins í sambandi við eina og engu sambandi við aðra, minnst það líka vera allt í lagi, það er ekkert eitthvað sem ég þarf að laga eða gera betur, heldur bara svona fór þetta og þetta má bara fara svona. Allir velja sitt. Já, þú veist, bara við erum einhvern veginn öll bara að lifa okkar leið, þú veist, þannig að það er ekki hægt að klúðra neinu, ég hugsa þannig. Þú veist, bara þú veist, þetta átti bara að fara svona, nákvæmlega. Hvað er samt fallegt að hugsa svona, því að það er svo margir með svona biturleika alltaf, bitrir yfir að eitthvað fór ekki eins og þið hefðu viljað að ætti að fara. En ég meina, hvernig á lífið að vera, það veit bara enginn, þú veist, þannig að minnst það líka eitt sem að maður fær svona djúpt inn í fræðunum þú veist, að sleppa taki, þú veist, bæði er það, þú veist, í tólsporunum og í jóga, þú veist, bara að ég veit ekkert hvernig besta leiðin þú veist, ég veit bara að núna sit ég með þér og það er ótrúlega notalegt og þú veist, þannig og það er ekkert annað, þú veist, það er ekkert annað sem að gerast, þú veist, þannig að ef ég raunverulega get sleppt í að draga fortíðina með mér, þú veist, að þá ger ég það og þess vegna held ég áfram með að vinna með sálfræðingum, þú veist, bara og þetta því að, þú veist, ég er leið að segja sömu söguna, þú veist, bara nú langar mér bara að hefja mitt líf fyrir mig. Ertu að minna að þú ert að segja sjálfriðir? Já, þú veist, bara svona þú veist, ég er svona út af þessu og þú veist, bara svona, hvernig get ég, þú veist, tekið tramað úr líkamanum mínum, þú veist, þannig að bara svona, og núna er ég búin að heyra svo mikið gott EMDR, þannig ég er að prófa það, að fara í það, þú veist, og bara svona, þannig að ég geti, þú veist, byrjað á núllpunktunum, þú veist, með alla mína reynslu og síðan haldi bara áfram. Akkurat.
ég sá bara akkurat á Facebook áðan, mér finnst þetta skemmtilegt að það var þetta var teiknimynd að manni sem hélt bara einhverju risastóru grjóti og þú veist, það var reyndar á ensku en þetta boðskapurinn var hægt að dröslast með allan farangurinn þinn, skilurðu, nota þetta sem svona stepping stone til þess að komast áfram. Nákvæmlega, einmitt, þú veist, bara nota reynsluna. Legðu þetta frá þér og stíðu upp á þetta, skilurðu, og yfir. Mér finnst það að skipta öllu máli, þú veist, bara að ég held að við komum á jörðina til þess að læra og þroskast og það á ekkert að vera einhvern veginn, þú veist, það bara nákvæmlega eins og það er og mér finnst það, fyrir mér þýðir það að sleppa tökum, þú veist, bara ég ræði ekkert hvernig neitt fer en þú veist, ég get verið sátt við það. Nú oft tengt við jóga svona andleg ferðalag. Hvað finnst þér, þú veist, þú hefur kannski reynsla af því í fortíðinni, eða ekki? Að fara í svona sveppaferðalög þú veist, eða í allt hvað þetta nú heitir. Já, sko, ég hef farið í ferðalag og mér finnst í dag vera mikið rugl í því. Þú veist, mér finnst einhvern veginn svona ferðalag eftir ferðalag, þú veist, ekki meika sens fyrir mér. En það flótti þá líka kannski? Ég myndi halda það. Þú veist, bara þú getur ofnotað allt. Þú veist, ofnotað jóga, þú veist, unnið of mikið, þú veist, hlaupið of mikið, þú veist, bara svo með hugvirkandi, þú veist, bara tekið of mikið og marga skammta, þú veist, og þegar þetta fór að koma svona mikið til Íslands, að þá fór ég með þú veist, að sjá fólk í kringum mig, þú veist, vera kannski að fara bara ég er búin að fara í 20 sinnum í ayahuasca og maður er bara, ok, hversu oft þarf þetta að fara í ferðalag og fyrir mig bara mitt leyti, þú veist, þá líki þessu við, þú veist, svona 8., 9. og 10. bekk, þegar allir byrja að drekka ég prófaði að drekka og mér fannst það bara ekki vera fyrir mig, þú veist, þannig að ég drekka ekki og það sama með hugvikandi, þú veist, ég bara svona fyrst var ég mjög skeptisk á þetta ég hef farið í ferðalag og það hefur gert rosalega mikið fyrir mig en síðan hef ég líka bara tekið mig alveg út úr þessum félagskap og bara svona, mér langar ekki að vera partur af þessu, þú veist, mér langar að fara í göngutúra í náttúrunni, þú veist, mér langar að synda og þú veist, bara í vel fyrir mig það sem mér finnst vera heilsusamlegt. Þá komum við kannski bara að því, hvað er heilsa fyrir þér? Því ég spyr alla sem koma til mig. Hvað er heilsa? Mér finnst heilsa fyrir mér vera góður svefn. Það er svona, og út af því að pabbi veiktist, þú veist, og var geðveikur. Var það bara strax, manstu ekki eftir öðru? Ég man, sko, hann veiktist þegar ég er 6 ára og þá hætti hann bara að sofa. Þú veist, þannig að fyrst og fremst hugsa ég alltaf þú veist, þessa 8 tíma og sef ótrúlega vel og ég svæfi mig ekki í dag, þú veist, var alltaf með hljóðbók eða eitthvað svona, þú veist, ég get bara slökkt á símanum, sett hann á airplane mode, lokað augunum og fara að sofa og síðan, þú veist, reikna ég ennþá út í dag, þú veist, bara ok, nú ertu að fara að sofa klukkan þetta og þá er mjög eðlilegt og vaknir klukkan þetta. Þannig ég er alltaf meðvituð það, svefnin. Og svo finnst mér líka, þú veist, það að koma nær mér og vera hjá mér, þú veist, með hugleiðslunni. Og það sem mér finnst að vera að heilsa fyrir mig er að vera ekki of upptekin með hollustu út af því ég hef farið í svo miklar öfgar í það. Þú veist, borðað of lítið og æft of mikið. Þú veist, þannig að núna er ég bara að reyna að tengjast að mata mjög heilbrigðan hátt og og hlusta, þú veist, bara hvenær er ég svöng og hvenær er ég sött og síðan, þú veist, þetta að vera þegar ég er eirðarlaus, þú veist, að þá fara og hreyfa mig, þú veist, ef ég er með illt í bakinu, þú veist, þá veit ég að göngutúrin er að fara að taka það veist, ef ég er mjög kvíðin, þú veist, að fara í sund og synda, þú veist, það er bara þessi djúpa hlustun á hvað
og ég nota alltaf þetta orð, þú veist, bara hvað þarft ástin mín, þú veist, í mildinni og kærleik, þú veist, bara hvað þarft ástin mín, þú veist, og vera bara í svona móðunni, þú veist, svona bara vera mín eigin móðir, þú veist, bara hvað þarft ástin mín, bara ég tek ábyrgð á þér og já, mér finnst það ábyrgðin, þú veist, bara þú veist, að taka fulla ábyrgð á sjálfum sér það finnst mér vera mjög mikil heilsa. Það sko alveg rétt. Finnst þér að heldur að skilgreiningin þín hafi breyst mikið á heilsu? Mjög mikið. Það hugsa 17 ára ágústu. Já, þá snýrist þetta allt að vera mjög stælt, mjög liðug og mjög grönn, þú veist, vera eiginlega svona undir heilbrigðum mörkum í léttleika. Það var náttúrulega bara í tísku þegar við vorum unglingar. Það nefnilega málið. Það voru fyrirmyndina bara Kate Moss og einhverja svona. Já. Þannig að ég þróaði með mér, þú veist, rosalega óheilbriða nálgun á mat og svo náttúrulega, þú veist, hef ég alltaf verið hávaxin og hélt mér alltaf mjög léttri. Þannig að ég var ofta að fá verkefni þú veist, í hármódel eða módel fyrir sokkabuxur eða, þú veist, bara einhver svona módelverkefni og þú veist, sjálfsímyndin mín var svo léleg að ég skildi ekkert af hverju ég var beðin þetta. Þú veist, mér fannst ekkert varið í mig á neitt hátt, þannig að ég alveg bara svona, vá, hljóta allir eitthvað neina að vera beðnir þetta, þú veist, en svo, þú veist, svona sé ég eftir á og ég bara svona, já, þú veist, ég bara var í algjöru óheilbriði með sjálfa mig, þú veist, ég að halda mér léttri og þú veist, þannig að ég ennþá í algjöru svona basli með að tengja mig á réttan hátt, þú veist, við bara að mega borða, þú veist, þannig að Hvernig þá? Bara sko út af því að í mörg ár þá var ég alltaf í þessu svelti, þú veist, bara svelta mig eins mikið og ég gat og borða eins lítið, þú veist, og ég komst upp með þú veist, þannig að núna bara að leyfa mér bara að taka þátt í matnum og borða það sem er í boði, þú veist, ekki vera með þú veist, bara nei, ég er að sérmatræði, ég má ekki borða þetta og ég má ekki þetta og þú veist, er þetta í þessu og þú veist, bara alltaf með ótrúlega mikið vesen. Þú veist, þannig að núna er bara svona, þú veist, bara þetta er það sem er í boði og þú veist, ég man eftir þessu mómenti þegar ég fór að Subway með úlingnum mínum, þegar hann var úlingur, þannig að byrja að vera úlingur, þá var ég alltaf búin að vera í einhverjum vegan eða sykurlausu eða, þú veist, þannig að það var allt svo mikið vesen, svona að ég var í öðruvísi. Svo förum við á Subway, ég og strákurinn minn og hann panta sér bræðing og ég segi, heyrðu, ég ætla bara að fá bræðing líka. Hann horfir á mig og bara fá bræðing og þar finn ég sameininguna í okkur. Þú veist, það er eins og við séum að borða úr sama potti. Þú veist, það bara tengingin var þarna. Þú veist, þannig að núna finnst mér ótrúlega gaman að fara bara á búluna og fá mig borgar með honum, þú veist, og bara allt svona. Þú veist, bara vera í tengingu við mig, vera í tengingu við hann, þú veist, vera í tengingu við fjölskylduna eða þú veist, fjölskylduna sem ég vel að vera í tengingu við, þú veist, og borða úr sama potti. Sko, því að mataræði er svo félagslegt. Já. Alltaf þegar fólk kemur saman, þá er matur. Einmitt. Eða oftast. Og svo bara, þú veist, vel ég vel fyrir mig og líka ekki, þú veist, bara svo, þú veist, vel bæði bara. Finna þetta jafnvægi bara? Já. Það finnst mér nefnilega, sko, það sem er náttúrulega erfitt með alla ævar en að finna eitthvað jafnvægi. En með mataræði þá verður þetta bara að vera eitthvað jafnvægi því að ef þú ferði í öfga í aðra átt þá, veist, þá hefur það oft neikvæð áhrif á heilsuna á einhvern annan hátt. Einmitt. Já, þannig ég er ennþá bara ekki alveg í balans með það, þú veist, og því ég er búin að vera svo mörg ári í þessu svelti og núna hef ég verið bara svona, þú veist, meira að borða yfir mig, þú veist, upp á síðkastið og svo núna að finna bara, herðu, núna er ég án sött, þú veist, núna hætti ég að borða. Til minnst það líka ofbeldi, þú veist, það bæði ofbeldi, að svelta sig og borða yfir sig. Þú veist, þannig að ég svona þarf að hafa mig alla fram, þú veist, við bara að
að finna bara hvenær er ég svöng, hvernig líður mér eftir þennan mat, þú veist, hvernig fer þetta í mig, þú veist, bara finna mína tengingu. Ég hef myndið eftir aðlagt fólki bara að vera með svona tilfinningadagbók, þú veist, þannig að alltaf þegar þú færð bara rosalega löngun í eitthvað, þá skrifar það niður, þú veist, hvernig þið líður á þessari stundu og reynir að finna af hverju og þú veist, og fáður svo bara það sem þið langaði í, það er ekkert, þú veist, maður á heldur ekkert að neita sér allt. Þú veist, af því að ef þú neitar þér alltaf allt, þá upplifur einhvern skort. Þannig að það er eiginlega betra að vita bara, ok, nú ætla ég að fá mér mína súkkulaði móla og ég veit ég má fá mér aftur á morgun. Þú veist, í staðan fyrir að borða allan bókan í dag og vera með svo samviskupið allan daginn og fá mér ekkert með alla vikuna, að vita bara, ok, ég ætla bara að leyfa mér þetta í dag og ég má líka fá mér það aftur á morgun og aftur hinn og aftur hinn, ef það er bara einhver skammtur sem þú veist að þú þolir og þá getur líka notið hvers einasta bita. Já, einmitt. Þannig að það er svona, þetta kannski hendur ekki öllum, en þetta getur henda mörgum. Já. Mér finnst ég allavega þannig ef ég banna mér eitthvað. Já. Það langar mér bara ennþá mér í það. Sammála. Þess vegna er ég einmitt, þú veist, ég er alveg með nammi skúffu og nammi daga og borða nammi og borða kökur og þú veist, drekk og svo einmitt finn ég enn balans bara, þú veist, bara ok, nú langar mér að skipta út gósi fyrir vatn, þú veist, en ég einmitt, þú veist, bara hvernig líður manni eftir, þú veist. Það er bara númer 1, 2 og 3 að hlusta á líkamann. Já. Eins og þú ert að segja hlusta hugan, það er raun og vera að hlusta líka á líkamann, því hann er alltaf að segja okkur eitthvað. Já. Þannig þetta er svolítið kannski tvíþætt, við þurfum bæði að læra að hlusta hugan og hlusta á hvað líkamann er að segja okkur. Nákvæmlega. Þetta er flókið? Nei. Já, það er sko, maður verður líka að nenna sjálfum sér, þú veist, minnst það líka vera svo mikið, þú veist, bara ef þú nennir ekki sjálfum þér, þá ertu farin að skipta þér eitthvað öðrum. Já, það er rétt. Það er rétt. Bara svona virkilega að nenna að lifa þínu lífi og nenna að hugsa hvað er gott fyrir þig og þú veist, bara nenna að taka ábyrgð á sjálfum þér. Þá getur treyst öðru fólki til að taka ábyrgð á hinum, þú veist, minnst líka bara algjör heilsa að fara til tannlæknis og ef það er eitthvað þú veist, að panta tíma hjá lækni eða, þú veist, ég fer til fótasaðgerðarkonu einu sinni í mánuði til þess að, þú veist, gera að fótunum á mér og eftir ég fór að gera það, þú veist, þá fór ég að líða miklu betur í fótunum og fæturnar eru, þú veist, grunnurinn okkar, þú veist, og bara þetta með tannlæknirinn, þú veist, bara að gefa mér það að fara til tannlæknis og það sem tannlæknirinn segir er bara svona, bara já, þú veist, foreldrar til dæmis láta allt ganga fyrir á hann að þeir fara til tannlæknis, þú veist, og þetta er svo dýr liður, þú veist, þannig að bara bæði að nenna og tíma að veita sjálfum sér þessa miklu athygli. Fjárfesta í heilsunni. Já. Það er eiginlega þannig. Og oft, já, ég er alveg sammála. Fólk svona sparar oft í heilsu. Þetta er svo sorglegt. Bíllinn bilar, þú fer með henni veikjar og þú hikar ekki við að borga 200-300 skall, en svo tímur ekki að fara í nutt einu sinni í mánuði eða tannlæknis eða sko, fyrst fannst mér þetta opaslega dýrt, þú veist, til að kostar 10 skall skiptið og ég var bara svona að leggja til hlýðar eitthvað einn, svo var ég bara, ok, nú er þetta bara, þú veist, ég finn svo mikið mun, ég finn svo mikið mun bara, þú veist, hún skefur í burt allt auka skinn, þú veist, þannig að ég er alltaf bara, þú veist, eins og með barnafætur, þú veist, þannig að ég er bara svona, ok, þú veist, ég finn mun á mér þegar ég fer og svo fór ég mitt í tannhirðina og þá var ég alveg bara svona, ok, nú langar mér bara, þú veist, að fjalla tannsteinin og þú veist svona, mér finnst það líka skipta svo miklu máli og þá kendi sérfræðingurinn mér að tannbursta almennilega, þú veist, og bara fara með hann pinnan á milli og þú veist, gefa mig tíma í þetta og hvernig ég geti gert þetta vel og ég bara svona, ég held ég hafa aldrei lært jafnvel að busti með tennurnar, þú veist, og bara þetta. Akkurat. Þú veist, það bara að sinna sjálfum sér er, þú veist, bara full-time job. Já. Þú veist, þannig að maður á ekkert að þurfa að hafa áhyggjur af næsta manni hvað hann er að gera og til því að það er nógu verkefnum fyrir sjálfið. Einmitt.
Sko, minn hvati til að byrja þetta hlaðvarp var einmitt svolítið það, þú veist, ég var búin að vera með blogg og var eitthvað að reyna, þú veist, að koma svona fræðslu áleiðis, en hlaðvarp náttúrulega bara miklu skilvirkara, að þú veist, mann ennir svo miklu meira að hlusta en að vera að lesa, allavega flestir. en markmið var akkurat þetta, að taka fyrir, þú veist, vonandi verið bara með þetta í 20 ári viðbót og ég næ bara að taka fyrir alla þætti heilsu því þetta er svo stórt, þú veist, ég er búin að taka fyrir eitt þátt tannheilsu, einn raddheilsu, einn fjárhagslega heilsu, þú veist, kynlíf og heilsu, þú veist, alls konar þætti, þú veist, þetta er orðinir 70 eitthvað þættir, þannig að ansið mikið, en það er svo mikið, ég er ennþá með 100 atriði á lista sem ég er spennt fyrir að taka fyrir, spáði því. Það er líka svo gaman að hafa eitthvað svona prjónunum, finnst mér. Þú veist, bara gefa sjálfur sér þennan mikla tilgang eins og þú, bara þú ert með, þú veist, bara svona áhuga fyrir heilsu og bara hvernig get ég lært að, þú veist, gera þetta á allan hátt. Og líka sko bæði að mann alltaf miðla upplýsingum til allra og þú kannski tekur eitthvað úr einum þætti, svo einhver annar sem tekur eitthvað allt annað úr sama þætti. Að því við erum svo ólík. Og mér finnst þetta líka bara geggja, heldur mér á tánum. Ég vil reyna að vera góð fyrirmynd. Það er engin fullkomin, eins og þú sagðir áðan. Það er bara ekki til fullkomna fjölskyldar, ekki til fullkomna einstaklingar. Nei. En við erum bara öll að gera okkar besta. Við þurfum bara að sættast við okkur sjálf, að við erum þeir sem við erum. Og við erum að gera okkar besta og ef við getum lært af einhverjum og fengið tæki og tól í okkar verkfæra kistu, það er oft svona bara ljósapöru moment stundum bara að ég átti að velja þann, ég hugsta þannig. Já, mér er svo skemmtilegt að segja svona, já, þú veist, þessi tekur þetta og eitthvað svona og hann ég nefnilega var að hlusta á eða svona RÚV bara þegar ég var lítil, þú veist, bara svona að verða úlingur og þá er einhver bara að tala að maður myndi vika svo mikið sjóndeildarhringinn að ferðast til útlanda og allir ætti að pröfa að búa í 3 löndum þú veist, og þetta bara, þú veist, myndaði mitt líf. Þú veist, ég bara heyrði, já, ég verði að pröfa að búa allan í 3 löndum, þú veist, og ég hætti síðan ekki fyrir en ég var búin að búa í 7, þú veist, en það bara var þannig, en markmiðið var út frá útastætti að ég hafði heyrt eitthvað bara svona, já, það bara hjálpa mann að sjá miklu víðara samhengi. Mér langar að sjá vítt, þú veist, og vera viðsýn. Hvað fannst þér að fá mest út úr því að hafa búið erlendis og búið á svona mörgustöð? Sko, mér finnst ég hafa fengið mitt sanna sjálf, þú veist, svona, ég mótaðist ekki af tísku á Íslandi, þú veist, ég mótaðist ekki af einhverju, þú veist, svona samfélaginu hér, þú veist, og síðan var ég kannski bara, þú veist, 8 mánuði í einu landi, 1,5 ári í öðru landi, þú veist, og bara svona var mismunandi. Þannig að mér fannst, þú veist, ég bara fá að sjá rosalega mikið af mörgu og svo velja úr, þú veist, bara eins og minnst ítalskt kaffi rosalega gott, þú veist, og ég keyri svolítið eins og, þú veist, ítalsk menning og þú veist, bara svona það er svo margt svona sem ég tók úr hverju landi bara og já, þannig að ég svona valdi bara úr, þú veist, hvað mér fannst. Til dæmis eins og í New York, ég bjó þar í 13 mánuði að, þú veist, þar er allir eins og þeir vilja vera. Það er svo magnað. Ég fekk eiginlega menningasjokk, sko. Ég var flugfreyja nokkur ár og í fyrsta flugið mitt til, sem sagt, í svona layover, það var New York og ég var ein að rölta New York á laugardagsmorgni og það voru ruslastaflarnir ennþá að því að þeir átti eftir að sækja það og það var fólk með bleikt hár og það voru einhverjir að gera tai chi í garðinum, það voru einhverjir, þú veist, það var alls konar fólk og ég frá litla Íslandi það sem allir voru eins þetta var eiginlega bara menningarsök og ég var samt fullarðin, ég var 30 eitthvað. Já, ég var nefnilega 20 þegar ég fór til New York og 21 þegar ég kom heim og svo fór ég alltaf á svona 4 ára fresti, þú veist, þannig ég fekk svona halda við, þú veist, og stoppaði kannski eitthvað smá tíma að, þú veist, svona halda við bara, þú veist, hvernig viltu vera og hvað viltu gera, þú veist, og
einmitt, þú veist, þegar ég kem heim þá var engin út að hlaupa til dæmis, þú veist, það var engin byrjaður á því, þú veist, það er tiltölulega nýkomið og síðan, þú veist, að gera jóga á bakkanum í sundi, þú veist, eða öndunaræfingar inn í gufu eða óma inn í gufu, þú veist, ég ger þetta allt saman og þú veist, var alltaf svona skrítna. Já, talin bara skrítin. Já. Þú veist, svona, ég var að gera eitthvað sem enginn var að gera. En síðan finnst mér þetta að vera að koma svo mikið bara, þú veist, allir eru bara farnir að vera miklu meira í því sem þeir elska að gera. Þú veist, þannig að þaðan kemur það til dæmis, þú veist, ég hljóp með headphonesin mín og kannski bara dansa í hlaupinu, þú veist, og ég man að mitt systir mín sagði mér að hún hefði keyrt fram hjá mér með einhverjum vini og hún bara, þú varst bara að dansa út á götu og ég bara, já, þá geggi tónlist, þú veist, í eyrunum á mér, þú veist, auðvitað var ég að dansa út á götu, þú veist, þannig að þú veist, þetta, þú veist, út af því að maður týnist í fjöldanum úti og þú veist, og það mótaði mig. Já, það er nefnilega geggjað. Það ætti allir að prófa að setjast á bekk í einhverjum almenningsgarði í New York og bara fylgjast með fólkinu. Já. Þetta er geggjað. Já, og þá bara svona, þú veist, einhvern veginn fannst mér bara eðlilegt á þessum mótunar árum, þú veist, að ég myndi þá bara vera að gera það sem mér langaði þess að gera. Svo spáði ég bara ekkert í því, þú veist, bara. Finnst þú alltaf að bara geta verið þú sjálf? Ekkert spá mikið í hvað þeim fannst? Sko, ég fann alltaf fyrir því, þú veist, að fólk horfði mikið og ég var oft svona umtöluð. Þú veist, ég heyrði þegar eitthvað sagði bara, já, veistu hvað er að segja um þig og eitthvað svona og ég er svona, nei, er það að tala um þig? Þú veist, svona, þú veist, ég var ég sjálf, en ég fattaði ekki ég væri það. Þú veist, úti því að bara, ég var þarna úti á þessum móturnar árum og svo kem ég heim og bara eins og ég er. Þú veist, þannig ég var ekkert eitthvað neina að reyna að vera mikið ég sjálf, ég bara var það. Þú veist, ég fattaði það eiginlega ekkert fyrir en eftir á, ég bara, þú veist, út í að fólk voru að hafa orða á mig svona, já, getur þú kent okkur, getur þú verið með námskeið í að vera maður sjálfur. Þá ég meira svona, býtu, er ekki bara allir þeir sjálfur? Svo alveg, já, fólk eitthvað að þykjast, þú veist, bara, að það var bara ekki minn stíl. Ég vissi ekki að allir var ekki með þann stíl. Nei, en listakonan Ágústa? Já, sko, listakonan hefur alltaf verið til. Þú veist, ég hef alltaf litað og bara mamma var stórkostleg með að vera alltaf með litabækur heima, eða þú veist, litablokkir og þú veist, penna, blýjanta, málingu og en svo tekur bara jóga við, þú veist, ég fer fyrst í FBA myndlist, svo færir, eða þú veist, ég alltaf hann eitthvað, þannig að kennarinn minn bendi mér á að gæti verið snett að fara í hönnun sem ég fór í og svo langaði mig að fara og þú veist, að búa úti, þannig að þess vegna fer ég til New York til þess að færa mig yfir í leiklistina, þannig ég fer í leiklistina þar. Og þar kynnist ég jóga svona djúpt og líka sagt, fjölskyldan sem að hóstaði mig, hún hélt utanum svona svett og þú veist svona með indjánum, þú veist alls konar seramóniur. Þannig ég kynnist því rosalega ung og ég kynnist svettinu bara 20 ára. Þú veist þannig að það jógað og andli parturinn tekur eiginlega bara svona yfir listina og listin verður bara alltaf svona með en svo þegar ég fer að gera bara núna jóga fyrir mig, þú veist í COVID-inu og búin að loka öllum skólum og allt það, að þá fer ég bara að mála miklu meira og held mín fyrstu listasýningu 2020 og núna er listasýning nummer 5 á Sólheimum og hún er búin að fá ótrúlega sko mikil viðbrögð og seldu strax alveg 8 myndir. Vá. Já, það var en það er líka rosalega flott. Ég er búin að sjá það á Facebook. Takk æðislega. Ég þú veist, þetta gaf mér svo mikið þú veist, ég er spurð hvort ég geti haldið listasýninguna í á Sólheimum og þú veist, sá sem að rekur Sólheima, hann spyr mig hvort að ég vil ekki vera með listasýningu og ég segi jú. Og svo þegar ég er búin að segja já, þá er ég bara fuck. Ég þarf bara að mála fyrir þú veist, þetta stóra rými. Ég mála hátt upp í 50 myndir í sumar. Vá! Og
og ég vel þannig 31 sem að fara þá upp á vegg og bara strax á opnunni seljast rosalega margar og núna eru einmitt búin að seljast 8 myndir og í dag var sem sagt baksíðan á Morgunblaðinu bara eiginlega undirlögð þú veist, með greinum listasýninguna. Ok, þess vegna varst að fá all pingin. Já, og þess vegna gæti ég ekki hugleitt og því ég var bara svona, ég er í Morgunblaðinu. Ég þarf að kíkja í Morgunblaðið. Þetta er svo merkilegt, þú veist, út af því að bæði, þú veist, stækka þetta mér rosalega mikið að segja já og þurfa afhenda heila sýningu. Þannig að þú veist, ég varð meiri listakona fyrir vikið, þú veist, út af því að eins og veist bara, þú veist, það sem maður gerir aftur og aftur og aftur verður maður bara betri í. Og myndinar, þetta er allt Cecilíu sem já, sem stofnaði Sólheima. Og svo skrifa ég setningar inn á myndina, þú veist, bara svona svona quotes sem hefur komið í heimildamynd af henni og það er bók skrifuð hana og þetta var bara svo flott kona að ég finn svona að hafa fengið einhvern veginn að vera í hennar anda í allt sumar hefur svona gert mig auðmýkri og miklu svona meira í sjálfu mér, þú veist, bara svona já, mér finnst hún hafa leyft mér að stækka mig innanfrá þú veist, að hafa málað hana svo mikið. Vá, þetta er geggjað. Ég verð að gera mig ferð á Sólheima og kíkja á. En ætlar að selja einhver eftirprentanir af myndunum þínum framtíðin og stila að gera það ef það klárast bráðast. Já, sko, það er nefnilega núna annað skemmtilegt sem að hefur gert í myndlistinni líka er að Rím í Kringlunni keypti hjá mér myndir sem að er einmitt að fara í, þú veist, prent. Þannig að ég er að fá rosalega mikla uppskeru á því að mála svona mikið. Gaman. Já, það hefur gefið rosalega mikið tilbaka og ég er með svona, mér líður með myndlistina eins og með jóga, þú veist bara ég á heima hérna, þú veist maður langar að vera hérna og þú veist maður langar og svo líka það, þú veist að vera alltaf að mála, bara svona, maður getur alltaf gert aðeins betur. En hvernig líður á meðan þú veist að mála? Þú veist, hvað gefur það þér? Það gefur mér þessa alsælu, þú veist, bara svona ég næ einhvern veginn dýpri þögn, þú veist, ég er ekkert oft með tónlist heldur er ég svona að hlusta á litina, þú veist, bara og sérstaklega eins og að mála í sumar hann upp í sveit, þú veist, bara sólin skein inn gluggan og fuglarnir voru að syngja og bara svona ég náði þessari ró sem að var bara svona, það var fegurð í litadýrðinni þú veist, og fegur því að hafa hann tilgang að gera eitthvað. Þannig að, já, þetta gaf mér opaslega mikið að sita í kyrðinni, í sveitasælinni og vera að dunda mér í þessu. Það er bara best í heimi, þetta er náttúrulega bara, það er ekki til betri núvitund. Og mér finnst þetta alltaf eins og bara allir geta gert þetta, þú veist, bara allir geta málað og allir geta, þú veist, verið með sýningu og þú veist, út af því að þú veist, það var ekkert í mér sem var bara, þú veist, ég get þetta, þú veist, ég var alveg bara, ó nei, þú veist, bara þú veist. Þú hafði trúið þér sjálfur þér, bara strax frá byrjun? Nei, nefnilega ekki. Nei. Bara alls ekki. Bara alls ekki. Þú veist, heldur meira bara svona, ég ætla að gera þetta þó ég sé ekki með þetta. Okay. Þú veist, þetta er bara það sem ég er að gera núna og svo get ég gert betur. Er það ekki bara það sem við þurfum að gera í lífinu? Jú. Stíg út í óvissun. Já, og bara gera þetta bara þó við séum hrætt. Þú veist, ég var alveg hrætt að vera með þetta stóra rými og öll athygli beindist að mér. Þú veist, og ég var alveg hrætt að þú veist, standa fyrir framan myndavélina og standa með myndunum mínum. Þú veist, og ég sagði bara meðvitað, bara heyrðu, ég ætla að standa með þessum myndum, ég ætla að standa með þessar sýningu. Þú veist, bara, ég ætla bara að gera þetta þó og ég sé, þú veist, órugg í þessu. Já. Ég hef skrifað hjá mér einhverja setningu, hún hlýtur að vera frá þér fyrst ég skrifaði hana í punktana mína. Þegar skilningur og hugrekki fara saman, geta jákvæðar breytingar orðið í líf okkar. Er þetta eitthvað frá þér eða er þetta eitthvað sem ég tengdi bara við þig?
Vá, ég alveg bara svona, minnst þetta ekki eins og það Nei, séu. ok, nei, kannski þetta bara, ég fæ okkur með einasta morgni frá Lótushúsinu. Já, Svona alltaf því ég vakna, þá fyrsta sem ég gera að kíkja á gullkorn dagsins, bara svona inn í daginn. svo flott. Þetta er svona, þegar skilningur og hugur ekki fara saman, þá geta jákvæðar breytingar orðið í líf okkar. Þetta var bara sama og þú varst að segja. Eða það? Já. En hérna, ég verður bara að segja eitt, að hláturinn þinn og þú minnir mér svo ótrúlega á ömmu mína. Í alvörni? Já, og amma hún lést þegar ég var 8 ára. Vá, hvað það er Og yndislegt. ég veit ekki hvað það er, en það er eitthvað svo fallegt. Og Já. mér langaði bara að segja það, af því að, og svo dóttirinn, systir hans pappa, Hulda, og Ástadóttir hennar. Því þú minnir mig einhvern veginn á þær og hláturinn og gleðin og í brosið þitt. Vá, mér finnst nefnilega, sko, merkilegast að vera í ömmu orkunni. Þú veist, úti því að allir tengja ömmu við, þú veist, að baka, koma í góðan mat og Já. þú veist, bara svona, ég bara, vá, þetta er bara æðislegt, Já. hrós. Já, nei, bara ég varð bara að segja þetta, því að ég var að hlusta á þáttinn sem þú varst í nýlega með vinkonu þínum og þið voru bara að tala alltaf mikið um kúk. Og þið hlóðu svo mikið og ég segi bara, vá, þessi hlátur, hann er yndislegur, hann er svo nærandi. Æ, gott að heyra. Ég er mitt líka alltaf hlæjandi með strákanum í hæ, þú Já, veist. ég hef ekki verið nóg duglega að hlusta á Þeir ykkur eru þar, í léttu gríni, bara, þú veist, þetta snýst bara léttleika og bara hlátur og þú veist, svona hafa, bara svona taka lífið ekki of alvarlega. Það er örugglega líka bara best þannig, sko. En ég veit ekki hvort þú þekkir vöru sem heita Share. Veistu hvað þetta er? Nei, ég veit ekki. Ég sem sagt sendi á hana daginn að því að ég er svo hrifin af þessum vörum og hún er með gjöf handa þér frá Share. Talandi kúk, nei tjók, þá er þetta sem sagt góðgerlar, þetta eru En æðislegt. aprikósur og pommelosíni sem búið að gerjast í 30 mánuði. Vá, Þannig að farðu varlega þegar þú byrjar, já. taktu bara svona 1/4 af þessari kúlu Já. og sagt, í ljósupókunum eru aprikósur með stein inn í og í dökkupókunum eru þetta er sagt, greip ávöxtur, pommelosíni og þetta er stútfullt af góðgerlum og hefur rosalega góð áhrif á meltinguna. Vá, það er æðislegt. Já, og ég verð nú eiginlega að segja eina fyndna sögu. Hérna er kassin. Já, takk. Að ég verð eiginlega bara komin eða út þó ég reyni nú að vera ekkit eitthvað rosalega persónlega sögur að fyrir þá sem eru búin að vera að glíma við eitthvað meldinga að geta að prófa þetta en svo hefur þetta bara svo mikið jákvæð áhrif bara á þarmaflóruna og svona. En ég í fyrsta skiptið þá keypti ég mér akkurat svona póka á sýningunni í Laugardalshöll fyrir Reykjavíkurmaraþonið í fyrra. Og og ég var, og veist, hún var búin að segja bara taktu bara, þú veist, 1/4 eða halva, ég man ekki hvað, og ég alveg ekkert mál og ég var svo ekkert að tengja, ég bara prófaði þetta, svo var mér eitthvað svona pínu svona aum í maganum eitthvað, fór að hlaupaæfingu og sem betur fer var hlaupaæfingin ekki einhverstaðar út í Móa, heldur var hún á hlaupabraut í Kópavogsvelli og bara í miðri æfingunni þá fæ ég bara svona rosalega í magan og ég þarf að hlaupin í stúku beint á klósettið. Þannig að þetta reynsar svo svakalega þannig að ef einhver er búin að vera í vanda að ekki bara það heila og þið vitið að þetta getur verið svona í byrjun. Já, vá, takk æðislega. En allavega, þetta er gjöf frá þeim og líka drykkirnir þeirra þannig að Má maður drekka drykkin allan? Já, það er alltaf góð, sko. Það er alltaf góð. en ég hef bara heyrt góð meiri sér, sko, ég er nú ekki mikið að fylgjast með svona samfélagsmiðlum eða svona story, en í gær þá sá ég akkurat að þegar sér voru að deila sem gerður í Blush. Hún var að dásama þetta. Já, hún hugsa rosalega vel um sig. Já, en þá hafði hún verið með eitthvað meldingavandamál og sagði að búin að prófa allt. Þetta greinlega virkaði. En allavega, nóg það. Er eitthvað svona sem við erum að gleyma að fara yfir eða eitthvað sem að sko þú varst náttúrulega rosa fræg fyrir eða þú veist það kom oft einhverja greinar ef ég googla þá kom þetta heilun píkunar. Eru allir að spyrja út í þetta kannski öllum hlaðvörpum eða eitthvað? Nei, raunum verið ekki þú veist sko
ég er náttúrulega svo virkur gestur í hæ, þú veist, þannig að og við tölum bara líka oft alls konar í sambandi við, þú veist, kynlíf og sjálfsfróun og eitthvað svona en hérna Hvað er það? Hvað er að heila kynfæri? Sko, þetta kemur út 2013 þú veist, það er alveg undan MeToo-byltingunni og þú veist og ég var búin að vera með jógavídeó á netinu sem voru ógeðslega vinsæl og síðan var ég búin að vera að gera heilunavídeó sem voru ekki eins vinsæl á jógavídeóin. Svo á ég vinkonu sem er sálfræðingur í dag og ég segi við hana, þú veist bara, ég er búin að vera að heila mig, þú veist, bara svona, ég er hægt að horfa á klám, þú veist, og ég bara fann að tengjast mér almennlega, þú veist, bara ég virkilega tengjast mér í nándinni og svona segja henni hvað ég er að gera og þá segir hún svona, þú verður að gera vídeo um þetta og ég svona spá ekkert frekar í það, þú veist, ég bara, ok, geri vídeo, þú veist, það voru bara eitthvað 200 manns að horfa á þessa YouTube-vídeó mín, þannig ég hugsa bara, þú veist, þau fara ábygglu upp í 1000 út af því að þú veist, þetta er þannig. Já, hot topic. Já, nema þetta er búið að lifa núna í 11-12 ár. Er þetta ennþá inn á? Nei, nefnilega ekki. Nei. Og þú veist, maður veit aldrei hvað springur og verður einhvern veginn svona stór partur. Þannig að sko heilun píkunar var mitt heilunarferli sko kynferðisbrot. Þú veist bara að tengjast mér á þann hátt að ég, þú veist, út í það þeir sem eru verða fyrir ofbeldi að þú veist, við förum annarkvort í að stunda ekkert kynlíf eða stunda of mikið kynlíf. Okay. Og ég fór í það að stunda of mikið og með öllum. Þú veist, þannig og svo, þú veist, eignast ég hann æðislega mann sem ég á son minn með, þú veist, og þá byrja bara ótrúlega mikið heilunaferli, þú veist, og ég fer í stigamót út frá því og þannig var þetta vídeo til, þú veist, bara raunveruleg lækning þar sem ég fæ bata á mínum málum og bara eins og við vitum hvað gerðist í framhaldi, þú veist, bara allir komu líka bara stuttu setna, ég held að MeToo-byltingin hafi orðið 2015-16, þú veist, það bara, já, ég þarf líka lækningu og ég þarf líka lækningu, þannig að þetta var bara einhvern veginn þannig tímasett að þú veist, þetta var aðeins svo undan áður en að fólk sagði líka bara, herðu, ég hef orðið fyrir einhverju. Þú veist, þannig að ég var þarna, fekk alla þessa athygli fyrir það að lækna mín meiðsli, þú veist, það var byrlað fyrir mér og mér var nauðgað. Þú veist, út frá því bara kemur ógeðslega mikið eftir það og líka reyndar á undan, þess vegna var ég markalaus. Þannig að þetta er, þú veist, bara það sem ég hef þurft að glíma við staðist í lífinu og þá verið með áhörundur með. Það veist, sem að hefur gert þetta aðeins öðruvísi. Fannst þegar þú settir þetta myndband í loftið, varstu þá í raun og veru í bara miðju heilunar ferlinu? Ég var algjörlega ekki búin að fara einu sinni gegnum stigamótin. Þú veist, ég var bara búin að viðurkenna að mér hafi verið nauðgað og þú veist, druslugangan var ekki til og þú veist, það var ekkert eins og er í dag. Þú veist, þetta var bara, sagði engin neitt og ég sagði eitthvað. Fannst þér þetta að fá jákvæð viðbrögð? Sko skömmin í mér var það mikil, þú veist að mér fannst ég bera svo mikla ábyrgð á þessu. Þannig ég veit ekki hvernig aðrir upplöðu þetta en ég upplöðu rosalega mikla skömm. Þú veist, ég skammaðist mín fyrir að hafa sagt þetta og þú veist, ég skammaðist mín fyrir að hafa vogað mér, þú veist, að segja að þetta væri í gangi og svona, þú veist, þannig að ég fór allavega tilbaka og þú veist, vildi ekki vera í sviðsljósunum með þetta. Ég vildi fara, þú veist, inn í fagaðilan og bara fá alvöru hjálp. En hvernig liðið með þetta í dag?
ég er rosalega stolt af stelpunni sem þorði að segja eitthvað, þú veist, og ég fengi að fara í gegnum skömmina, þannig að ég komin yfir í bara að virða ferlið og virða leiðina. Þú veist, þannig að mér, þú veist, líður hreinni og þegar mann líður skítugri þegar að maður það brotið á manni, mér líður opaslega hrein og tær og saklaus. Þú veist, þannig líður mér með þetta í dag. Þú veist, minnst vera sakleysi, fegurð, þú veist, bara svona og hreinleiki. Og minnst líka allir með mér í liði. Þú veist, meðan ég upplifði mig á þessum tíma, ég var svo ein með þetta, þú veist, bara svona þegar fólk var ekki búið að viðurkenna vandan eins og að búið að viðurkenna hann í dag. Var enginn að koma til þín og segja bara, heyrði, ég lendi því sama eða það var ekkert? Nei, þú veist, það var ekki til þess að byrja með, en svo snerist það við, þú veist, og fólk fóru að koma til mín og bara, þú veist, ég get ekki talað um þetta við neitt, en þú veist, ég get talað um þetta við þig út af því að ég fór með þetta, þú veist, svona á internetið. Já. Það þarf einhver svona hugrakka eins og þig til þess að stíga fram. Já, þannig að, já, þetta bara svona var ótrúlega skrítið að fá svona mikla athygli fyrir þetta, þú veist, út af því að fyrirsögnin var, þú veist, ég heila á með píkuna og það var alltaf verið að tala um það einhvern veginn og ég svona segi svona bara, þú veist, bara hvað í raun og veru hvern sköpin hafa gríðarlega mikinn kraft, þú veist, og bara allir hafa áhuga og hann já, það var mjög sérkennilegt að þetta myndi fá svona mikla athygli. Kannski ekki, þú veist, af því að þetta var, þú varst að stiga inn á nýjar slóðir. Já, einmitt. Þannig að það var kannski ekkit skrítið að þetta hafi fengið svona mikla athygli, sko. Já, ég bara, þú veist, átti alls ekki von á því og og var í raun og veru bara svona overwhelmed yfir því að tala um það sem mátti ekki tala um og svona, og svo þegar ég fór að sjá allar stelpunar sem að komu í kjölfarið, þú veist, og þá svona fann ég líka svona bara, vá, það er erfitt að stíga fram og það er erfitt að tala um þetta, þú veist, en á sama tíma kemur, þú veist, og því að skömmin fær bara þrífast í þögninni og feluleiknum, þú veist, þannig að en hún læknast í tjáningunni. Er það heilunin? Það finnst mér, þú veist, mér finnst þegar að maður þorir, þú veist, að segja satt og segja hvað gerðist, að þá ferða út úr líkamannum eitthvað neginn og bara út í loftið og þú ert ekki lengur með þetta. Þú veist, þetta er ekki falið inn í þér fast. Það er líka bara svo ótrúlega þurruglega efni heilan þátt að skömmin virðist alltaf líka hjá þolendum. Já. Meir en gerandunum, veist? Já, einmitt. Það er svona, maður tekur ábyrgð á þessu, þú veist, eitthvað neginn, ég taldi mér trúum að þetta hafi verið mér að kenna og ég mátti ekki segja og þú veist, allt þetta, að ég var að gera eitthvað vitlaust. En svo einmitt þarf maður í lækningunni að þú veist, gera sig grein fyrir því, þú veist, að ég hef alveg spurt minn ráðgjafa í stigamótum, þú veist, bara þarf ég að fyrirgefa gerandanum? Hún sagði nei, þú þarft aldrei að fyrirgefa. Þú veist, bara, þú veist, úti því að það tala svo mikið um fyrirgefninguna og maður þurfa að fyrirgefa fyrir sjálfan sig og svona, og þú veist, bara svona, þú veist, gerandinn viss alltaf að hann væri að gera eitthvað að sér. Þú veist, þolandinn veit það ekki, en tekur samt alla ábyrgðina. Þannig að það er búið að vera mikil vinna, þú veist, og í dag er ég og ráðgjafinn minn í stigamótum, við erum bara mikla vinkonur og svona samferða konur, við köllum okkur guða vinkonur og þetta er þegar við fórum alltaf að hittast bara út um allt eftir meðferðina
og ég sem sagt fór að hitta hana í Sjósundi, fór að hitta hana, þú veist, bara í sundlaugunum og bara fór að hitta hana hér og þar og svo fórum við bara svona ákveða bara, heyrðu, við erum bara í sambandi. Já, þið voru bara semst alltaf að rekast óvart. Óvart til þess að byrja með og síðan finnst mér rosalega gott, þú veist, að hitta mitt svona eins og við kallum þetta vörðu á veginum. Þú veist, við ætluðum aldrei að verða vinkonur en við urðum vinkonur. Og þú veist, eigum langa sögu og því ég fór að vinna í þessu hana 2007 sem er núna 17 ár síðan. Wow. Og svo þú veist þannig að í byrjun af ferlinu setja þetta vídeo út, þú veist, í heila píkuna og er þá að tala aðalega þú veist, bara að tengja sér á hann einlaga hátt og ég er ekki að tala þú veist, bara það var búið að misstanda mig og þess vegna er ég að tengjast að þennan hátt, heldur bara, þú veist, svona út af því að það var bara ekki landslægð í samfélaginu en svo útskýri ég það, þú veist, í öllum þessum viðtölum sem koma eftir á. Það er náttúrulega bara alltaf gripið, þú veist, þeir grípa bara og setja fyrirsagnir sem selja, skilur við? Já, og bara í langan tíma er ég alltaf mesta áhorfið, þú veist, bara og þetta verður svo væral, svo lengi. Það fór samt alveg fram hjá mér, spáði því. Ég minnst það bara frábært. Þú veist, bara sumir tók eftir þessu og aðrir ekki, en svo eins og með þroskan, þú veist, bara svona, ég er ekki píkuheilarinn. Þú veist, ég er Ágústa, þú veist, úti því að einhver getur sagt við mann bara, þú ert svona, en það er bara eitthvað sem að fólk er að segja, þú veist, úti að svo veit ég innra með mér, þú veist, ég er allt annað, ég er ekki það sem fólk setur á mig og þú veist þannig að það hefur orðið svona, þú veist, bara svona og svo bara höldum við áfram, þú veist, og minnst í raun og veru bara svona fegur að tala þetta og þetta er og var mjög stórt og þetta er ennþá mjög stórt, þú veist, það er ennþá verið að misnota menn og konur eða börn og hérna, þú veist, þannig að þetta er eitthvað sem að er ennþá verið að lækna bara þannig að það er alltaf erfitt að enda á svona þungum nótum en þetta er bara svo satt, þetta er að hérna, hvað segirðu að ég er alveg týnd núna í orðum, ég var svo djúpt sjokkin í að hlusta þig. Já, takk fyrir hlustununa og því að bara leið og einhver er búin að heyra í manni og maður er búin að tala þú veist, þetta og eins og segir, þetta er ótrúlega þungt efni en hérna verðugt að ræða það sem er í gangi og varpa ljós á það þú veist, þannig að leið og þú veist, maður er búin að koma sér frá sér, þá er þetta komið frá manni. Þú veist, þú aðan að tala að taka ábyrgð, þar maður þá er svolítið bara svona að taka ábyrgð á sér, taka ábyrgð á skömminni að skilinni. Já, nákvæmlega. Og þú veist, bara að þora að halda áfram, þú veist. Að vera ekki fórnalambið, þú veist, alveg sama í hverju maður lendir í, þú veist, bara ég tel mig ekki vera fórnalamb. Þú veist, ég hef mikla reynslu af mörgu og tek ábyrgðina á því að vinna í því og þar liggur heilsan finnst mér, þú veist, ég gæti látið þetta brjóta mig en síðan get ég líka bara látið þetta styrkja mig, þú veist, bara hvað ætla ég að gera, þú veist, og ég geri allt sem ég get gert til þess að vera sterkasta útgáfan af sjálfum mér. Þetta er bara ótrúlega falleg loka orð. Er það ekki? Ég held það. Bara takk fyrir að gefa þig tíma Ágústa til að koma. Já, takk æðislega. Ég var svo spennt að hitta þig. En gaman og sömulegis. Og bara gangið rosalega vel með þessa sýningu. Ég verð nú bara að gera um ferð og kíkja. Heyrðu, bara velkomin á Sólheima. Og þetta alla sem er að hlusta. Það var að kíkja. Velkomin. Sólheima. Við gefum yfirleitt jólagjafir frá Sólheimum. Það er svo falleg list þarna.
svo fallegt. Nefnilega einhvernar, eða þú veist svona gildin okkar upp á Sólheimum sko listsköpun. Þannig að ég hugsaði bara út af gildunum þá átt eftir að fara í annað, að þú veist, annan farveg, listsköpunin mín, út í því að gildin eru bara fagmennska, virðing, kærleikur og listsköpun. Uppáhaldsstytta mín mitt á Hvolfi. Þarna handstöðu. Hún heitir held ég Erla eins og ég. Erla, listakonan heitir. Það bara, ég bara elska hana. Hún líka svo flott. Heyrðu, bara takk fyrir. Takk aðeinslega.